Já, eins og ég nefndi áðan, það er þessi kosningadagur og mörg okkar hafa náttúrulega fylgst með umræðum ágæti frambjóðenda og þetta snýst svolítið að verða pínu narsisistur og lyfta sjálfum sér upp og ég get þetta og ég með öll ráð í hendi mér, ég kann þetta og veit þetta. Kannski ekki alveg svona bókstaflega en það snýst svo lítið jörðina, umhverfið, snýst voðalega lítið Guð og það sakna ég því að hvergi almennt í þessum stóra hópi fólks sem ætla sér að hjálpa til að láta hlutina ganga upp í sínu umhverfi. Ég hef ekki rekist á neitt sem virkilega hefur auðmýkt. Hafið þið rekist á eitthvað sem hefur virkilega auðmýkt fyrir, að segja það að kom svona seðullin lúna hjá mér í gærkvöldi að einn frambjóðandi segist gera sér mikla grein fyrir því hver mikil ábyrgð hvílir á og ég efast ekki að meiri hluti ef ekki flestir sem að bjóðast til þess að reka bæjarfélögin sín vilja allt það besta en vitaðu nógu vel nógu mikil auðmýkt því það eru öfl þarna úti líka sem ætla sér að koma sínu að með góðu eða illu á einhvern hátt og það eru oft á tíðum áróðursmeistarar og við erum farin að verða verð við þetta og það verða að snúa hlutunum svo lítið á hvolf og kenna okkur að vera ekki með fordóma, fjölbreytnin skiptir máli og það er ýmislegt sem við eigum að gleypa að þeirra mati. En við vitum betur, við vitum hvað Biblían segir ýmsa hluti en með góðu eða illu eigum við að taka við kenningum og ef við mótmælum því þá erum við rasistar eða við erum bara vond. Og kannski kemur sá dagur að fer fyrir einhverjum okkar, ég veit ekki, eins og manninum sem að í kommunistaríki var hnepptur í fangelsi fyrir það eitt að tala Guðsorð og kenna það. Og honum var náttúrulega ekki leyft að hafa neitt sem hét Biblía eða Guðsorð með sér, hann var settur í einangrun og ég held hann hafi verið þarna í það heila í 5 ár. En konan hans fekk að heimsækja hann, en hann skrifaði henni bréf og hann mátti ekki nefna neitt eða biðja neitt sem viðkom Biblíunni eða Guðs orði. Honum var algjörlega, það var alltaf ritskoðuð bréfin hans og hann varð að gera eins og Jóhannes postuli. Hann þurfti að skrifa þetta á einhvers konar dulmáli svo að hann gat komið því einhvern veginn í bréf sem var ekki gert upptækt og honum var ekki refsað sem að sagði ég sakna Sálms 150 eitthvað þá leið. Hann var að vonast til þess að hún skildi og hún gerði það vissulega. Nokkrum vikum seinna þá kom konan hans í heimsókn og hún var með stærðar en að sápustykki og hann var óskup dapur hvað ætlaði hann að fara að gera við alla þessa sápu en hún hvíslaði að hann brjóta hann í sundur. Og inn í þessu sápustykki, það hefur nú sérlega verið aðeins stærri heldur en lúxsápan sem við þekkjum frá því í gamla daga, kannski verið aðeins svona klunkur, en samt þarna leyndist inn í sápunni örlítil Biblía, sennilega bara handskrifuð. Þetta var dýrmætasti gimsteinninn sem þessi maður gat fengið og þegar enginn heyrði hann bara í fögnuði las hann hvert einasta orð og drakk í sig. Og ástæðan til þess að ég tala um þetta það að við eigum sennilega öll Biblíu heima og kannski á þjóðinni eða flest heimili Biblíu einhvers staðar, ekki allir. En
hún ekki lesin af þessari áfergju og þorsta eins og þessi maður las litlu biblíuna og gott hann hafði góða sjón. Og þetta minnir okkur á að þorstin eftir Guði, að þegar við höfum svo aðganganum, höfum aðgangað í símanum, við getum flett biblíunu upp í snjalltækjunum okkar, en það enginn sem búið að hrifsa það frá okkur, ekki ennþá. Það getur komið sá dagur sem að það verður bannað, það verður lokað fyrir það. Við getum alveg staðið frammi fyrir því, jafnvel við sem erum hér inni, að þetta verður stoppað. Allt sem heitir Guðsorð í símanum eða hvar sem er, vitum ekki hvernig það verður, en við sjáum að þeir hópar sem vilja aðra stefnu, að þeir eru mjög ákveðnir og aggressífir. Og hvað verður þá okkur? Við þurfum að drekka í okkur Guðs orði í dag. Hvað sem allir frambjóðendur og hvað sem allir áhrifavaldar láta í sér heyra, þá þurfum við að muna það fyrst og fremst að kjósa Jesú, kjósa Guð. Það kosningin sem skiptir máli.